Sælveriði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í dag ætlum við að hnýta flugu eftir lærimeistara minn, Jón Pedersen. Hinn lærimeistara minn, það er að segja, Jón Pedersen, hann er nú látinn fyrir nokkrum árum kallinn en nýtti alveg hellinga góðum flugum sem fiska ennþá dag í dag á lögfullu. Og þetta er Mobuto eftir Jón Pedersen. Við ætlum að hnýta hana eins og hún er hnýtt í bókinni eftir uppskrift. Það er að segja þá svona útlítandi og hér er hún með glæru vínilribi en ég prófaði að hnýta hana með svörtu vínilribi og þið sjáu hvað gerist. Uppskriftin segir glært en ég prófaði að hnýta hana í svörtu og þetta svarta kemur ekkert verð út, jafnvel betur, þannig að ég ætla að eftirlæta ykkur bara hvort þið viljið og það eiga nú held ég flestir svart vínilrib en samkvæmt uppskrift á að þetta vera hnýttur svanundes sem er efni sem held ég að fáist nú ekki lengur og við erum með sem sé óval eða flatt gull í brodda á þessari flugu og við erum að nota Semperfli Nanosilk 50D geggjaða tunni, ég segi bara geggjaða tunni og farið bara og veslið ykkur Semperfli og prófiði og krókin þá erum við að nota Freshwater sem sé Wetfly nr. 10 frá Arex sem eru frekar bölkaði krókar, skemmtilegir. Það má hnýta þetta líka eins og P175 Kamasan og eitthvað tannig svona, eitthvað slíkt. En við byrjum á því að skella niður og festa niður hérna broddunum á flugunum. Hann er úr gulli, flötu gulli og við látum þetta ná hérna aðeins aftan á svona hingað, aftan í buginn því sem sé við viljum að hérna að broddurinn sé þetta aftarlega sko. Þannig að ég verið í bóganum ekki ofarlega og nú tala ég bara frá fyrstu hendi Jón sjálfur, ég fekk þann heiður að kynnast Jóni Pedersen og Jón kendi mér að hnýta þessa flugu ásamt fleirum og benti mér á þessa náttúrulega veðurflugur Íslands sem er hálfgerð biblía okkar hnýtara en þann dag í dag ásamt fleiri góðum bókum svona í búkinu á þessari flugu áður en að við setjum vínirribið á hana þá erum við að vinna með svarta ull. Þetta aðeins nær fyrir ykkur og ég er bara með svarta ull hérna. Kannski ég myndi, ef ég ætti áraruggarn þá myndi ég nota það frekar. Það er auðvitað að vinna með þessi hérna dálítið á til að trosna dálítið en er fín einhvað síður og maður bara passa þess að taka ekki of mikið á þessari ull, hún er þannig samsett. Svo vef ég þessu hérna fram og svo kemur ullin hérna utan um þetta og við þurfum að vara okkur á því að taka ekki of fast á þessari ull. Þess vegna eins og ég segi myndi ég nota ef ég ætti svart áraruggarn, hugsaðu ykkur það. Við vorum með nýtingasettingu langt yfir 1,5 milljón eða 2 og það er ekki til svart áraruggarn. Hvað er að ferla sko? En allavega, þá notum við bara ullina hérna með hann, treystum á íslensku sauðkindina. Af því við ætlum að vefja yfir þetta núna hérna vínilribi, þá ætla ég að snirta þetta svona aðeins til, skiljiði mig. Þannig að þetta standi ekki út af því þetta skilst mér að vera eftirlíking af kuðungi og þetta er bara mjög góð eftirlíking af kuðungi hjá honum Pedersen. Og ég veit ekki af hverju hann kallaði þetta Mobuto. Það eru, Mobutoin er þekktur sem aðeins öðruvís en þetta. Og þá sem svona í mýflugulirfa til í alls konar útgáfum Bjarni Svarti, það er ekkit og það lítið annað en Mobuto. Og fleiri flugur sem eru allar svona nokkurn veginn eins. Þá erum við næst með sem sé vínilrib og svart og glært sem sé glært hérna en
þægilegasta vínilripi finnst mér að vinna með, það hérna, þetta hérna efni frá Hairline Dubbin. Þetta svo mjúkt og þú getur teygt þetta og togað og gert allan fjandað við þetta. Þetta miklu meðfærilegra heldur en UTC, þó að það sé gott líka. Þetta frá Hairline Dubbin já, allavega sem sé meðfærilegra að mjög mörgu leyti. Þá ætlum við að zooma okkur bara aftur hérna inn fluguna og festa niður vínilripið. Svo sem ekkert mál að fara með tvinnan hérna yfir búkinn til þess að jafna búkinn niður og styrkja, það ekkert sem bannar neitt í því. En þá kemur vínilripið hérna niður, sjáu þið. Við þurfum að skilja eftir hérna fyrir haus. Ég hef nú ekki prófað að setja hotspot í framendan á þessari flugu. Ekki þóra að vera að breyta henni mikið, en svona hotspot einhvern veginn það æpir á maður, það er alveg, held ég, mjög sniðugt. Það er einhvern tímann að prófa það. Og menn láta náttúrulega bara hugmyndaflugið reika, sko. Þá kemur vínilripinn hérna utan að þetta og við sjáum hvað hann gerir. Hann á að fara hérna yfir gullið meira að segja. Þannig að gullið sjáist svona rétt í gegnum það. Svo kemur rippinn bara yfir þetta. Svona. Og þetta þéttingsfast. Svo ýtum við þræðinum í burtu með puttanum á okkur. Áður við klippum þetta í burtu svona. Og svo búum við bara til haus á þess að geggjuðu flugu. Ég áttir að nýta Mobutu líka bara venjulegan. Og hérna það nú 2 útgáfur til allavega honum og alls konar svona. Það eins og ég segi, það enginn að finna upp hjólið. Ég stend við það. Það enginn að finna upp hjólið í þessu, menn mjög færir nýtarar og veiðimenn eru sammála mér í því. Það búið að finna þetta upp meira og minna allt. Þetta bara menn haldið að sé að finna upp hjólið, það held ég að sé hæpið. Til þess að klára fluguna þá voru að nota Solaris Boncure sem stórskemmtilegt efni. Og við lökkum bara rétt hérna, tökum eina umferð á hausinn á henni. Og svo bara auðvarsljósið á þetta við söpum það með því. Þá þessi Mobutuðin klár hérna. Sjáum við þennan. Og svo aftur hennan svarta. Mér líst betur á hennan svarta. Ég verð bara að segja það. En þá nýtum við bara, ég minn sem bara sjálfsögðu bara, nú báðu litum. Þá ekkert annað að gera en bara sappa þetta með ljósinu og herða þetta alveg í rót. En þangað til næst þá bara þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið, munið endilega gera þess áskrifendur á rásinni, deila vídeónu og setja like á vídeóið og ef það eitthvað þá bara senda inn í tölvupóst. En þangað til næst þá bara sjáumst í hress og kát í næsta vídeói. Takk fyrir.